Ó nei, ekki dans. Stoppaðu strax, stoppaðu strax. Svo sé ekki neitt að hindra útsendinguna. Ó, fyrir ekki. Ekki sprakk ég. Allt í lagi ekki. Það er allt í lagi þú sparkir hann. Hætti svona. Okay, that she kicks me a little bit. Það er rosalega, ég er alltaf að sparki við það. Nei. I need a little kicking sometimes. Nei, það er svo fyndin. Þú er svo fyndin. Yes. Yes. We are gonna dedicate this moment for Hubert, my friend, and Yeah. the week here on Grace Church Daily Prayer. We had dedicated the weekend, or the whole week, for the memory of him and for my best friend and his family. And it's been a hard time for us to go through all these things with family and friends, and so it's always hard when it's like there are kids. There are kids and there are wives and his family, and he's been our follower here since the beginning, and when he started to get more sick, and when he turned his eyes to God, and I know that he's in good hands with God, and we know that, and he's looking down to us and looking that like him, he strong guy, and true friend, and when you're going through things like he was going through, that the worries goes to about the family and the kids. Vale. Excuse me a little bit, the dog is going a little bit. Vale. Vale, ég get ekki talað. Vale.
Ég get ekki tala. Stóra hann með í búri. Hættu þessu. Já, hættu þessu. Þetta er læg. Þetta er lægi. Þetta er kjánaprið. Þetta er lægi. Herkules. Þetta er góður. Þetta er læg. Herkules. Nú vildi koma og sá minni falla. Snjólaug. Herkules. Snjólaug. 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 Sest að það. Þetta er læg, Herkules. Ég má ekki sitja þarna. Ég má ekki, hann á pappa sinn. Nei, takt hann upp. Takt hann upp. Áttu bara í bóðinu. Takt hann upp. Kutu. Bara með mér. Snjólaug, sestu. Sest þessu, ég kemur hann. Like God is, like now the daughter of Hubi is here, my best friend. She's sitting here with us, and like God always make something beautiful out of everything. Now that when we are dedicating this moment here with this with Hubi and we got his daughter here with us sitting here. This is the Snjólaug, the daughter of Hubert. This has been, like we said, the week has been dedicated to his daughter and her mom and the family and the kids. She got kids, and so Hubi got grandkids, and Hubi was a strong guy, and he loved his family, and his dream is like he wants his family to be strong, and the beautiful thing is, like Hubi, he started to look more up to God, and like last time we were talking together, he wanted to get the original King James 1611 Bible to read, and we were in contact till his last days, and this is a God's gift that we got his daughter here, and Amen. and we ask you to pray for her and Yes. the family, and this is a privilege to get her here to the house in the middle of our preaching. I didn't even know he was preaching. I was out walking with my dog, and I just felt something, and I just wanted to come and hug them because they have been very good support for my mother and very good people, and I just wanted to come hug you. I love you. Oj. Skål mig. Snjólaug. Nej. Wow, man. Like I say, this is like God does things. He makes everything.
veist, everything has a purpose here, and God has a purpose of showing you the sorrow that the family has to go through when things happen like this. Her dad was a great person and very much loved person, and he had a lot of friends all over the world. He used to travel a lot, and he had many friends in many countries. But everything is, like I say, God does this for you. You are the team here, you are the church. So you get everything live here. Þetta svo fallegt bara. Þetta alltaf ógeðslega fallegt. Og ég finn alveg fyrir bara hvað allir. Ég finn bara. I'm gonna read from the Revelation today. I'm gonna read the chapter 19, 20, 21, and 22, and then Revelation, the book of Revelation is finished, and I want to especially dedicate the chapter 21 to Hubert, because there are special words in the chapter 21 that are dedicated to my friend and his daughter and her family. Og það skýður allt hér eins og við sjáum, það skýður allt live, og dóttir Húba hér, Húbert, og svo við köllum Húba og tekstur undir nafninu Húbi, og mjög vinamargur, og eins og allir vita ég á Íslandi og líka erlendis, og var mjög vinsæll maður, og átti mikið af vinum, og var svona, já, eins og við köllum svona, hann var mikill grallari, og við vinirnir vorum alltaf að rökra, og alltaf var haldið að við varum að rífast, en við vorum bara að rökra, og við elskuðum að rökra, en við töluðum hátt, og allir hétu við varum að rífast, en svo hlógum við alltaf og skildum ekkert í að allir voru í einhverja fílu, og þegar við áttum að einhverjum hriflir, einhverjum svaka riflitum, og við horfum alltaf á fólki, hvað má aldrei ræða málin hérna. Og ég sé það alveg fyrir mig. Þessi ekki hlustar núna samar. Aðeins hann var að setja. Það var bara ég og Húbi, og við vorum mjög hávarir, Með ykkar skoðanir. Og með okkar skoðanir, og við gátum rifist allt, og rökrætt allt, og það hægt að koma út svona eins og rifliti, og við vildum svolítið eiga orðið, og aðrir menn komust bara ekkert að, og það var svolítið Húbi, að þegar Húbi átti orðið, það komst ekki að. Og þessar minningar manns eru rosalega
það gleðja hjarta manns að það eru þessi moment sem maður átti og með honum að sem að allir voru að misskilja okkur sumir að reyna að rjúka í fíl út að rjúka í burt út að við vorum að rökra að hlutina það var nú bara þannig og það var mikil svona paukar í sér og já og svona já, sem maður segir 1% maður og mikill bæker og svona vildi hafa hlutina svona eftir sínu og sínu höfði og Hann var virkilega þrjóskur. Hann var náttúrulega bara þrjóskasti maður sem til er. já, þetta elskaði En hann. bestur. Hann var bestur og ég er þrjóskur eins og ég er og þar að leiðandi áttu við alveg einstaklega gott með það að rökra til þess að reyna að koma okkar á framfæri þegar við vorum að ræða saman og við elskuðum þetta og að rökra það fór stundum fyrir brjóstið og það en við vorum bara að rökra og það fallega sem eins og ég hef rætt hérna að það skiptir ekkert máli hvort maður er upp á fjalli eða hvað maður er að Guð mætti manni eins og Guð mætti mér og Guð mætti hópa og sem var mér alveg rosa blessun og að Guð hafi mætt hópa og svona sterkan máta eins og hann gerði og Hópi var sannur kristinn maður og virkilega vissi að Guð var sannur og þetta var virkilega mikil blessun fyrir mig sem besta vin hans og að Guð hafi mætt honum og gott líka að fara með það að maður veit að maður er ekki farinn neitt að maður fer bara til Guðs og maður hjá Guði og svo lítur maður niður og það sem Guð svo Hópi að elskaði börnin sín og fjölskyldu og vildi ekki að börnin hans, þetta myndi særa börnin hans að hann færi og þetta verður maður svona var hann hræddur að þetta myndi særa börnin hans að hann færi og maður vill ekki særa börnin sín og það var hans þetta draumur að Guð þetta lækni þau sár og eins og Guð gerir og eins og við vitum Guð læknar öll sár og Hópi veit það og við fórum mikið yfir orðið við Hópi og Hópi sannur Guðs maður og við eins og í dag við tileinkum þetta Hóberti og yndislegt að hafa dóttir hans hér í beinni útsendingu hér með okkur og bara eins og Hópi vilja hafa þetta sko. Amen. Guð vildi hafa þetta Eins og Guð vill þetta, amen. Svona vill Guð hafa þetta og fyrir Hópa og þetta gat ekki verið fallegra og dóttir hennar bara beint hérna í beina útsendingu. Ótrúlega fallegt, amen.
Það var ekki eins og hópið sé ekki við stjórnina en þá. Amen. Allir segja amen á þessum yndislega föstudegi. Everybody say amen on this beautiful Friday. Allir segja amen. Og ég ætla að byrja að lesa frá 19. kafla. Þetta er smá lesning. Þetta smá taka smá tíma. Eftir þetta heyrði ég sem sterkan mikið fjölda á himni, þeir sögðu Halleluja, hjálpræðið og dýrðin og mátturinn er Guðs vor, sannir og réttlátir eru dómar hans. Hann hefur dæmt skækjuna miklu sem jörðin spillti með saurlifnaði sínum og hann hefur látið hann að sæta hefnd fyrir blóð þjóna sinna. Og aftur var sagt, Halleluja, reykurinn frá henni stígur upp aldir alda og öldungarnir 24 og veturnar 4 féllu fram og tilbáðu Guð sem í hásætinu situr og sögðu, Amen, Halleluja. Og frá hásætinu barst rödd sagði, lofsyngi Guði vorum allir þér þjónar hans, þér sem hann óttist smáir og stórir. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem niðmargra vatna og sem ný frá sterkum trumum. Þeir sögðu, Halleluja drottinn Guð vor hinn alvaldi er konungur orðinn, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið er að brúðkaupi lamsins og brúðurinn hefur búið sig. Henni var fengin skínandi og hrein lín til að skýrast í. Línið er réttlætisverk heilagra og hann segir við mig, rita þú sælir eru þeir sem boðnir eru í brúðkaupsveislu lamsins. Og hann segir við mig, þetta eru hinn sönnu orð Guðs. Og ég bið og féll fram fyrir fætur honum til að tilbiðja hann og hann segir við mig, varastu þetta, ég er samþjóð þinn og bræðra þinna, sem hafa vitnisburð Jesú tilbiði þú, Guðs vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunnar. Þá sá ég að himinu opinn og sjá hvítur hestur sem á honum sat, heitir trú og sannur og dæmur og berst með réttvísi. Augu hans eru sem eldlogi og á höfði hans eru mörg ennistjást og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann er skrýddur skikkju, blóðið drifinn og nafn hans er orðið Guðs. Og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddur hvítum hreinu líni. Og af munni hans gengur út bitur sverð og slá þjóðirnar með. Og hann stjórnar þeim með járnsprota og hann treður vínþröngu heft. Balli! Farðu bara með hann inn á klósa. Loka hann inn. Já, sprota og hann treður vínþröngt heftar reiði Guðsins alvalda og skikkju sinni og lend sinni hefur hann ritað nafn, konungur konunga og drottinn drottna. Og ég sá einn engil sem stóð á sólinni, hann hrópaði hárri röddu til allra fuglana sem flugu himingólfið, komið safnið saman til hinnar miklu máltíðar Guðs, til þess að eta hold konunga og hold herforingja og hold kappa og hold hesta og þeirra sem á þeim sitja, og hold allra bæði frjálsa og ófrjálsa, smára og stóra. Og ég sé dýrð konunga jarðarinnar og hersveiti þeirra safnaðar saman til að heyja stríð við þann
sem á hestinum sat og við herlið hans, og dýrð var handtekið og ásamt því falsbáðmaðurinn sem táknið gjörði í augsýni þess, en með þeim leiddi hann afvega þá sem tekið höfðu við merki dýrsins. Og þá sem tilbeðið höfðu líkneski þess, báðu þeim var kastað lifandi í eldstykki sem logaði af brennisteini, og hinir voru drepnir með sverði þess af hesti sat, sverðinu sem útgekk af munni hans, og allir fuglarnir södduðust af hræjum þeirra. Var hann að koma? Já, líka smá. Kafli 20. Nú sá ég engil stíga niður af himni og hert af lykli undir djúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann þann gamla höggorm sem djöfull Satan og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undir djúpið og læsti og setti innsigli yfir, svo að hann leiddi ekki fram þjóðirnar afvega. Allt til þess að fullnuðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Og ég sá að hásæti og menn settust í þau, og dómsvald var þeim fengið, og ég sá sálir þeirra sem hálshögnir höfðu verið sakir vitnisburða Jesú og sakir orð Guðs. Það voru þeir hinir sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrr en 1000 árin voru liðin. Þetta fyrir upprisan. Sæll heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald, heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist, og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Þegar 1000 ár eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu, og hann mun útganga til að leiða þjóðir afvega. Þær sem eru á 4 skautum jarðar innar, Góg og Mógóg, og safna þeim saman til stríðs, og tala þeirra sem sandur sjávarins, og þeir stíga upp við víðan völl jarðar og umkringdir herbúðir heilara og borgina elskuðu. En eldur féll af himni ofan og eyddi þeim, og djöfullinn sem leiði þá afvega var kastað í díkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsbáðmaður, og þeir munu kvaldir verða dag og nótt og aldir alda. Og ég sá að mikið og hvítt hásætið og þann sem í því sat, og fyrir ásjónu hans hvarf himinin og jörð, og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu stóra, smáa og standa frammi fyrir ásætinu, og bókun var lokið upp, og annarri bók var lokið upp, og það lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum, samkvæmt verkum þeirra, og hafði skilið hinum dauðu þeim sem í því voru, og dauðin og hel skilur þeim dauðu sem í þeim voru. Og sér hver var dæmdur eftir verkum sínum, og dauðunum og heljum var kastað í elddíkið. Þetta hinn annar dauði, eldsdíkið, og ef einhver fann ekki skráður í lífsins bók, var honum kastað í eldsdíkið. Kafli 21, sem tileinkað Húberti. Og ég sá að nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri var himinin og hinn fyrri jörð var horfin, og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúður
og skarti frá manni sínum, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjáið, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guði þeirra, og hann mun þverra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki frama til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl frama til. Hið fyrra farið, og sá sem á hásæti sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir: Rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu, að hann sagði við mig: Það framkomið, ég alfa og omega, upphafið og endurinn, ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta, og ég mun vera hans Guð, og hann mun vera minn sonur. En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðstyggilega manndrápara og frillulífsmenn og töframenn, skurðgoðadýrkendur og alla lygara staður búinn í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hins annar dauði. Nú komið einn af englunum 7 sem héldu á skálunum 7 sem fulla voru af síðustu plánum 7 og talaði við mig og sagði: Komið hingað og ég mun sýna þér brúðuna, eiginkonu landsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu Jerúsalem, sem niðursteig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs, ljómið hennar var líkur dýrasta steini sem jafnsteinn kristallskær, og hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið, og við hliðin stóðu 12 englar, og nöfn þeirra voru 12 kvínkvíslar Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austur voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina, og í þeim nöfn hinna 12 póstula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á kvarða gullstaf til að mæla borgina og hlið hennar og múra hennar. Borgin liggur í ferning jöfn á lengd og breidd, og hann mældi borgina með stafnum 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð eru jafnar. Og hann mældi múr hennar 144 álnir eftir kvarða manns sem einnig mál engins. Múr hennar var byggður af japis og borgin af skíra gulli sem skærugleri væri. Undirstöðusteina borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Passa þessi læti. Niður. Þetta niðri? Já, ok. Fyrstu undirstöðusteinum var japis, annar safír, þriði kellistón, fjórði smáragð, fimmti sardonyx, sjötti sardís, sjöundi kírislólít, áttundi beríl, níundi tópas, tíundi kríasópras, 11. hísni, 12. atíms, og hliðin 12 voru 12 perlur, og hvert hlið úr einni perlu, og stræti borgarinnar var af skíru gulli sem gagnsætt gler, og musteri sá ég ekki í henni, því að Drottinn Guð hinn alvaldi musteri hennar og lambi. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungsins til að lýsa sér, því að
dýr Guðs skín á hana og lambið hennar og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungur jarðarinnar færa henni dýr sína og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki og menn munu færa henni dýrð og vegsemd þjóðanna og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga né sá sem fremur viðsnið eða iðkar lygi engin nema þeir einu sem ritað eru í lífsins bók lambsins. Ég ætla að biðja þig að lesa síðasta kaflan. Ok. Snjólega var það að þurfa mömmu þína bara þannig. Og hann sýndi mér móður lífsvatnsins skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins á miðju stræti borgarinnar. Beggja vegna móðurinnar var lífsins tré sem bar 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum og engin bölvun mun framar vera. Og hásæti Guðs og lambsins mun borgin vera og þjónar hans munu honum þjóna. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra og nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa ekki lampaljós né sólarljós því að Drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Og hann sagði við mig, þessi orð eru trú og sönn og Drottinn Guð, anda spámannanna, sendi engil sinn til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Sjá ég kem skjótt, sællar sá sem varðveiti spádómsorð þessara bókar. Og ég, Jóhannes, sá sem heyrði og sá þetta. Og ég hafði heyrt það og séð, féll ég niður til að tilbiðja fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta. Og hann segir við mig, varastu þetta, ég samþjónn þinn, bræðra þinna og spámannanna og þeirra sem varðveita orð þessara bókar. Tilbuð þú Guð. Og hann segir við mig, innsigla þú ekki spádómsorð þessara bókar því að tíminn er í nánd. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðgang að lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Úti gista hundarnir og töframennir og frillilífsmennir og manndráparnir og skurðgoðadýrkendurnir og hver sem elskar og iðkar lygi. Ég, Jesús, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinum. Ég er rótar kvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segir, kom þú, og sá sem er þyrstur, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggi nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þær plágur sem ritað er í þessari bók og taki nokkuð af orðum spádómsbókar þessara, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og borginni helgu, sem er ritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús, náðin Drottins Jesús sé með öllum. Í Jesú nafni, amen. Aðeins býða kallaði í hana. Kallið Snjólaug? Snjólaug. Ok, hann langar svo mikið eitthvað. Hvað það? Kallaði hann bara. Já, hvað það hana, ég ætlum að taka smá bænina fyrir Snjólaug, dóttir hans Úbers.
we're gonna take a little prayer for the daughter of Hubert, and we're gonna do this for her and to give her, so God can give her a little strength, Amen. and Vali is gonna pray for her and give her a little strength. Vali, færð þú bara mín megin og byttu fyrir henni Sálm 91 og Já, Snjólaug, hlustaðu á þetta. ok. Þú þarft ekki að Ég þarf ekki, ég kann að nuta hana. hlusta þetta. Já, sko, ég sé bara við fyrir Snjólaug drottinn minn og gera henni styrk og allri fjölskyldunni hennar bara á þessum tíma drottinn minn. Og já, heilarendi, ég bið þess bara og blessir hugarinn og hjartana drottinn minn. Ég ætla að lyfta Snjólaug upp í Sálmi 91. Sá situr í skjólinn hæsta og dvelst í skuggann almáttar, segir við drottinn. Hæli Snjólaugar á háborg, Guð Snjólaug Snjólaug trúir á. Hann frelsar Snjólaug snöru fuglar frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir Snjólaug með fjöðri sinum, undir vængjum að smá Snjólaug hælis leita. Trúfyrsti hans skjöldur á vígi, í það Snjólaug óttast ógni næturinn eða örinu sem flýgur daga. Drepsóttunum sem læðist með dimmin eða síkinu sem geysar hátíðið. Þó þúsundir falli Snjólaug við hlið og 10 Snjólaugur til hægri handa, þá nær það ekki til Snjólaugar. Snjólaug að horfa á og sjá með eigin hvernig ógulur með endurgoldið. Snjólaugar hæliði drottins. Snjólaug hefur gert hann hæsta akarísinu. Engin ógefa hendi Snjólaug og engin plámarkast hjald Snjólaug því að Snjólaug vegna býður út englisnum til að gæta Snjólaug öllum viður sinum. Við munum bera Snjólaug að harðum sér svo Snjólaug steiti ekki fót sem við steini. Snjólaug með stígu við ljónan öðru, tróða fótum unglunadreka. Þar sem hann Snjólaug trúr, bjarga Snjólaugunum, ákallan Snjólaug með Snjólaug bænhraðan. Snjólaugur hjá honum í neyðinni, Snjólaug verndar hann, Snjólaug mettar með fjölda lífdaga, Snjólaug lætur hann svo hjálpræði sitt. Í Jesú heilaga nafni, Amen. Amen. Amen, takk Jesús, halleluja. Ég Elsku það sem mig. elska Guð svo mikið. Elsku mig. Halleluja, vá. Ég er svo þakklátt fyrir ykkur. Svo Jesús, vá. Það finnur alveg bara pabbi. Ég veit að ég finn Hann svo sé mikið það. fyrir honum. Já. Það er bara áþreifanlegt, sko. Amen. Þetta er svona ekta eins og pabbi myndi biðja fyrir. Já, amen. Vá. Svona ekta orðin hans pappa hans til Hann dó aldrei, sko. Það var bara svona áþreifanlegt. Það var bara, vó. Þetta er svona eins og pabbi þinn tala við mig. Amen. Ekki Vá. dýlt hentar þig og alveg saman hvað þú gengur í gegnum. Amen. Ég er alltaf hjá þér og Þið eru öll hérna, skilur. Amen. Það er líka málið. Já. Og það er það sem ég er svo þakklátt fyrir. Ég er svo þakklátt fyrir að hafa fengið bara svona gott fólk og svona góða visku bara inn í lífið mitt. Sem er leiðsvært með. Og það er bara það sem þið hefur öll gefið mér og það sem pabbi minn hefur gefið mér. Já. þetta er svona ekta orðin hans pappa hans sem er Sálmi 91. Amen, já. Já. Og við göngum í gegnum eld og brennistein og allt það. Já. Ég mun ekkert, já. Það nær ekki til okkar. Nei. Hún stígur ljónu og öðru, trúa fótum unglun og drega. Já. Það getur margt, amen. En nú ætlum við að spila þetta á Ensku. King James King James 16:11. So you understand we were preaching Vali was preaching the Psalm 91 Yeah. for Hubert's daughter, and it was just like Psalm 91 is like how The protection. how the words in Psalm 91 is like how he used to speak. Yeah, true. That's true. This was his words. That's the character of Hubert. The Yes. strong character, like. How he was thinking and was talking and everything. Yeah, he yeah, was a- it is. Yeah. Yes. Yeah, He was sure. always like, it doesn't matter what we go through.
we're always gonna pull through everything. Nothing is gonna affect us. We're always gonna get through. Amen. That's the spirit of Hubert, and Amen. Yes. that lives in our hearts. And now we are gonna play this, the Psalm 19, 20, and 21, Yeah. 22 for you in King James 16:11, like we always do here on Grace Church. Yeah. And so listen and enjoy. Yeah. Revelation 19. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments, for he hath judged the great whore which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. And again they said, Alleluia! And her smoke rose up for ever and ever. And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen, Alleluia. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia! For the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. And I saw an angel standing in the sun. And he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. And the remnant was slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. Revelation 20. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand.
And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Revelation 21. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And there came unto me one of the seven angels which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending
out of heaven from God, having the glory of God. And her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. And he measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of 1 pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Revelation 22. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there. And they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light. And they shall reign for ever and ever. And he said unto me, These sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things which must shortly be done. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And I, John, saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then saith he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book. Worship God. And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me,
to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without are dogs and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, has sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Í Jesú nafni, amen. Afsakið þetta að spyrja hvort ég eigi að loka þessu með frelsisbænunni og faðirvorinu. Augnablik. Ég tek bara við og ég elskar. Já, afsakið þetta. Já, Vil að fara með henni niður ná í voppa? já, Þú spjalla bara aðeins svona. Býttu nú við. Það ekki? Hvar Það var... bara getur farið í frelsisbænuna. Já, ég ætla að fara með... Má ég sjá. Nei, ég ætla að fara með... Býttu nú við. Hvað er að fara með frelsisbænuna? Já, allt skýður í beinni hérna. Herri, ég ætla að fara með henni hérna niður og... Já, verður bara Þú fljóð. tekur frelsisbænuna og faðirvorið bara á stöðum. Já, ég hérna, já, Guð leiðir þetta eins og hann leiðir þetta. eins og hann leiði þetta. Amen. Ok, Sér smá. og þú sem ert að hlusta og hérna, you listening, hope this was a blessing to you like it was a blessing to us, and like God is, God blesses us through everything, and now if you haven't received God into your life, I'm gonna give you the opportunity to do that, because this is a promise from God. If you believe that God rose, God went on the cross and He died for your sin, and He cleansed you with His blood, and He rose on the third day, and He's alive today, and if you believe this in your heart, then
the Father, the Son, and the Holy Spirit is gonna come into your heart, and then you can have a personal relationship with Him, and He will help you with everything in your life. And that's a promise from God. And nú ætla ég að fara með frelsisbænina hér, og þú sem hefur ekki tekið við, þú sem hefur ekki tekið við Guði inn í hjarta þér, að gefa þér tækifæri til þess að gera það nú, að taka við Guði inn í hjarta þér, og þá getur þú átt persónulegt samband við Guð og talað við Guð, og Guð svara þér og Guð hjálpa þér í öllum þeim kringumstæðum sem að þú ert að eiga við í þínu lífi, og hann blessar þig og hjálpar þig í gegnum lífið, og það er hans loforð, og það er gert það fyrir mig og þá sem að hafa tekið við Guði í hjarta sér. Og ég vil biðja ykkur að ef þú trúið því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og hreinsað þig með blóði sínu af allri synd, og hann hafi risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag, og þú trúið því í hjarta þér að þá mun Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi stíga inn í hjarta þér. Og býta augnablik. Og þetta er loforð frá Guði. Og Vali, getur þú komið hérna? Þú svo að hafa með mér frelsisbænina. Ókvæmstu. Já. Það er gott þegar maður fer með frelsisbænina. Nei. Það er gott að fara með þessa bæn. Já. Fara með hana saman. Krútt. Okay. Ég elska hana. Ok. Og nú ætla ég að fara með frelsisbænina. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að sé sonur Guðs. Ég trúi sé sonur Guðs. Ég trúi að það hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar, Ég trúi hafa dáið á krossinu fyrir syndir mínar, og að dýrmætt blóð þitt hreinsað með allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Ég trúi að það risi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaðu hjarta mitt, Og hreinsaði hjarta mitt, endurnýja anda minn endurnýjaði anda minn og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, velja að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér, Jesús, Þakka þér, Jesús, að fyrir blóðið þitt að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, er í nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskar að þér. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. Og þú sem fórst með þessa bæn, að nú er musteri
þitt líkami þinn orðið musteri Guðs og því Guð býr innar með þér Amen. og vertu velkomin í Guðs ríkið og vera partur af kirkju hans. Amen. 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 And now I'm going to take this prayer in English and the salvation prayer. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and to live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, Amen. And be welcome to the kingdom of God. Amen. And Yes. now you are the part of the church. The temple is now the body, your body, Yeah. because God lives in you. And you are the church. This is not a building. We are the church. And the temple is our body, is not a building. Amen. Because God lives in us. Viltu hringja á Facebook eða eitthvað? Já, og það var þið. Now we're going to take because we have the original Sorry, tengdi mamma. Er hann crazy, eða? Nei, hann er ekki vondur, hann er bara gælt mikið. we have the original we have the original the prayer that God taught us, the not like in the Vale. Vale. Getur það svona situation? Sko, 102, 100 hennar og 100 okkar Vale. So is something going on. Taktu hundin í burtu. Nei, hún tók bara með hann heim, sko. Mamma henni var að klósa með hundin minn, sko. Æ, ok. Nei. A lot going on. Yes. That's how God wants it to be. So Yes. it's been wonderful to have the daughter of Hubert here. Amen. Wow. Amen. 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 It's good for me, like, this is the daughter of my best friend, so it was a privilege to get her to be here. Yes. God blesses me with the honor of having her here in memory of this prayer that we were making. We didn't know that she was coming to the house. And she came to the house, and
in this middle of Grace Church daily prayer, and Yes. this is a beautiful thing for me, and this means a lot to me. And means very Wow. this gives me Wow. Amen. yeah, like Upi was my best friend, and it's like he sent his daughter over here to make It's complete. complete Amen. this soul, to Wow. make this perfect. Yes. Totally perfect. Totally perfect. And we have the original prayer from God that we have the, not the, from the Luther, we have the, that God taught us the prayer because He doesn't lead us into temptation. He holds us from temptation. That's the original prayer. We have it here. Eins og við erum með upprunalega faðirvorið og við erum ekki með það eins og í Luther biblíunni að Guð fer aldrei að freista okkar og fer ekki að leiða okkur í einhverja freistingu, heldur hann heldur okkur frá freistingunni, og eins og kemur hér fram í upprunalega faðirvorinu sem hann kenndi okkur, og því erum við með upprunalega faðirvorinu. Já. Ég ætla að fara með þetta í I'm gonna take this in English first. So, Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as in heaven. on earth as in heaven. Give us our daily bread, Give us our daily bread, and forgive us our debt, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. as we forgive our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it. so that we may stand against it. But deliver us from evil. But deliver us from evil, For thine is the kingdom, for thine is the kingdom, the power, the power, and the glory, and the glory, forever forever and ever. and ever. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. Amen. This Amen. is the original prayer. And now we are gonna do it in Icelandic, and nú ætlum við að fara með á íslensku. Já. Faðir vor, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss dag og daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haldu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Já. Og við munið eitt ávallt að menn segið við konur ykkar að þið elskið konur ykkar, og konur segið við menn ykkar að þið elskið menn ykkar. Einnig segið við börnin ykkar að þið elskið þau, og biðið fyrir fjölskyldu ykkar. Og einnig elskið náungan Já. eins og sjálf ykkur, og einnig elskið óvinn ykkar eins og sjálf ykkur, því þá mun Guð blessa ykkur, því að við erum öll sköpun hans. Já. Og
Guð frelsaði alla menn þegar hann fór á krossinn. Hann dó fyrir alla menn og því við erum öll börnin hans og það sem að er alltaf að flækjast fyrir okkur, það er þessi sem hann sigraði gjörsamlega, að það er engin djöfull hér að gera einhverja hluti eins og kúltúrið það er svona misjafnt í því hvaða kúltúr fólk er að hlusta á, að það er engin djöfull hér, en það er þessi frjálsi vilji okkar sem að okkur var gefið alveg frá byrjun, eins og það er verið að reyna að segja það að Adam og Eva hafi ekki haft frjálsan vilja og Satan einhvern veginn hafi freistað Evu, eða hún hafi ekki frjálsan vilja. Hvernig var hægt að freista hennar þá? þar sem Guð var með henni og hvernig gat þá Adam tekið sjálfstæða ákvörðun það að taka bita líka af ávextinum, og því hefur alltaf verið frjáls vilji, alveg eins og með englana, að þeir höfðu frjálsan vilja og brutust og gerðu uppreisn gegn Guði, og þannig vill Guð hafa þetta að við séum með frjálsan vilja til þess að velja og hafna, og Guð vill að við tökum frjálsan vilja okkar og veljum hann með frjálsum vilja, en ekki að við séum einhverjir svona róbot og þá er ekki, og er í raun og veru voða lítill tilgangur með lífinu ef við værum bara einhver róbot, og þá var þetta ekki svona fyrir honum að þegar honum þykir vænt það að þegar við breytum huga okkar og snúum okkur að honum. Og þetta þykir Guði virkilega fallegt, því þessi frjálsi vilji okkar að hann er alltaf að leiða okkur í ógöngur og það er þetta sem að við köllum óvininn, sem er alltaf að leiða okkur á villigötur og sækjast eftir vindi, að vera að sækjast eftir óþarfa hlutum til þess að fylla upp í lífið og vilja alltaf meira og meira og meira og meira af ykkur sem er ekki að gera neitt og sem fyllir ekki upp í sálina og líkamann og andan okkar, því að við viljum lifa í andanum og þá líður okkur vel og þá fáum við fyllinguna. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við þökkum fyrir hennan yndislega föstudag og þetta er minningarsamkomu, alveg, vá. Það gat ekki verið fallegra og Amen. eins og við segjum ávallt hérna á Daily Prayer. Amen á þessum yndislega föstudegi og allir segja Amen. Everybody say Amen on this beautiful, beautiful, beautiful Friday. And may God bless you and have a wonderful, wonderful weekend. Yeah. Amen. And we are gonna see you on Monday and be good to each other and love each other and love your neighbor Yeah. and bless your neighbor and bless your enemy and
because God wants you to be free and Yes. not carrying some bag that you're not supposed to carry, and Not be a robot. and don't think about your neighbor that he's got a more beautiful car than you or whatever there is, and don't gasp some things, because like Jesus says, watch your tongue. Yeah, amen. Amen. And we gotta watch our tongue Yes. and Yes. talk good to each other, Amen. and be good to each other, and Yes. then this world is going to be good, because Yeah, amen. God wants this to be a perfect world, and but He's dealing with us because we got this free will, and He wants us to learn, and He gives us wisdom to see what is Yes. right and what is wrong, Yes. and we can all see that. Yeah. So keep on going straight forward, go and spread the good news about God, and Yeah. the team here, go make your broadcast, whatever, Yeah, dude. do it, Hallelujah. and spread it more. Yeah. We just want everybody to spread it. This is not about, you cannot serve two gods. We cannot serve Mammon, Mammon and God. No. We cannot serve the money and God. We have to serve God, Yeah. and money is another thing, and Totally. another thing. And so don't mix this together like a lot of these cultural things. They are mixing always, like telling you are, in some churches they are telling, in some culture things they are telling that if you give more, then you are supposed to get blessed more, and this is totally wrong Yeah. believing. It's opening, yeah. Wrong believing, Yeah. and God blesses you because He loves you. Yes, amen. It doesn't matter about the money. It has nothing to do with the money, and He doesn't care about that. Just cares about you, and He loves you. And Yes. so be good to each other, and we are gonna see you on Monday. Yeah. And we love you here from Iceland, og munið, við elskum ykkur hérna á Íslandi, Elskum ykkur. We love you. og eigið yndislega helgi, og Yeah. vonandi að það hafi verið yndislega stund eins og þetta var fyrir okkur. Amen. Það var blessun fyrir okkur hérna, og eigið yndislega helgi í Jesú nafni. Jesú nafni, Amen. Amen. Bye, elskum ykkur. We love you. Já, Bye. elskum ykkur, bye bye. The slow connection. Hér Þetta er voru leiðilegt. Það vill ekki vera að finnast og þetta er alveg